Svo þurfum við í gegnum þetta áfram. Ef að þarf að jafna raunafli eða álagi í kílóvattum milli rafala, þá þurfum við að stilla óskildi hraða afbíla. Og síðan ef þriggja-fasa rafali er þríhyrningstengdur, þá er fasastraumurinn aðalstraumurinn með róteindastraum. Það er að gera að teikna upp þríhyrningstenginguna og merkja inn á aðalstraum og fasastraum til þess að átta sig á þessu og líka bara fyrir undirbúning fyrir prófið að teikna líka stjörnutenginguna og átta sig á því þar er fasastraumurinn sami straumur og aðalstraumur í stjörnunni og skoða rifja þetta allt saman upp fyrir prófið. Og í þríhyrningstengingunni þá er sama spennan, fasaspennan og aðalspennan, en í stjörnutengingunni þá er fasaspennan aðalspennan í stjörnunni deilt með róteindastraumnum. Það er fasaspennan. Þetta skulum við hafa allt saman á hreinu. Og síðan í 1.7 þá er verið að tala rafala og þá er reikna fasad rafalans. Og það er gefið 600 kilowatt, mann gefur frá sér, launafli er 500 kilowatt á reaktív, spennan 400 volt, við höfum að reikna þessu. Við höfum formúlu, hangast af því, það er Q-T, þá segjum við sem sagt, launafli til 500 kilowatt á reaktív, deilt með 600 kilowattum, á 0,833 sem við notum tan í mínus fyrsta að 0,863 fáum 39,8 gráður. Og í 1.8 þá er talað að álag rafalans í dæminu hérna undan, sem sagt þessu 1.7, við erum áfram með 400 volt spennu, það
Það ekki tekið fram aftur hérna en það getur verið að þurfum að nota 400 watt. Jú, það hérna 400 watt. Þannig að ekki hika við að líta í upplýsingarnar frá dæmi 1.7. Það að þú vandar einhverjar eins og stærðir og slíkt. Að hér lækkar hérna álag rafmagns, það minnkað sem sagt niður í 500 kW úr hvað? 600? Já, úr 600 kW niður í 500 kW. Þetta aflið út úr þá rafmagnum sem sagt. Nýtnin óbreytt, það kannski breytir ekki svo miklu, og fastmikið, það 40 gráður. Og núna eigum við að reikna strauminn. Ok, þá getum við notað þess að raunafformúluna, þriggja með rótina 3 saman. Og þá getum við reikna strauminn út frá aflinu 500 kW, deilum með spennunni, rótina 3 og kósinus af 40 gráðum. Og þá getum við fundið strauminn. Reiknum hann út, sem sagt hérna 942 ampere. Og í æfingaprófinu þá eitthvað meira og þá teikna vektoramynd og við skulum skoða það líka eftir. Síðan kemur næsti kafli 2, við erum nú búin með dæmin sem tilheyra rafalónum og nú komið mótorkafli. Það alveg skipt yfir. Nú þurfum við alveg að skipta svona, það aðferðir sem við erum að nota. Því að þegar við hugsaum rafala, það aflið út svo raforka sem hann að framleiða. Það inn á sig vélræna orku og framleiðir raforku. En nú þannig að mótorinn tekur til sín raforku og skilar frá sér hreyfiorku eða vélræna orku. Og þannig að við þurfum alveg að hugsa þetta upp á nýtt þegar með mótora. Hérna til dæmis svo fyrst þegar skömmtusmótorinn kerfur ávaxtalaus. Það þýðir það að við erum ekki að senda út eða bara alveg tómgang af skúlsvægi bara mjög lítið. Og þegar að við erum með svona lítið raunafl, þá lítum við aðeins á vektoramyndinni fyrir afl hérna. Það hér til dæmis, hér vektoramynd fyrir afl. Ef að féð mjög lítil stærð, þá kúið mjög svipað. Þurfum alltaf svipað launafl til þess að segulmagna mótorinn og þá sjáum við að þá yrði S-ið, það yrði miklu lengra til vinstri og hornið yrði miklu stærra. Og það þýðir að við erum með raunastöðulinn, hann miklu minni. Og hvaða möguleika voru hjá í að svara þessu? Það var þá spurt að virkar hann mest sem launálag, já, vegna þess að kúið mjög svipað við lítið álag og stuttálag, en lítið eitt sem raunálag, því að hann tekur til sín tómgams afl til þess að snúast í tómgangi. Þannig að þá tekur hann lítið raunálag. Og þá nefnilega líka stundum spurt hvernig með fasmikið. Fasmikið stórt við lítið álag. En síðan minnkar við að það eykst álag á. Við vorum einmitt að svara því í síðasta prófi. Ok, síðan í plötu, þegar álag á straumsmótor minnkað, þá minnkar snúðstraumurinn og fasmikið það eykst, minnkar launið innan sátusins. Nei, það breytist ekki að einhverju ráði.
eykst skrikurinn, nei, hún minnkar. Skrikurinn minnkar. Þannig að þetta eina það sem rétt að það minnkar snúðstraumurinn þegar álag á skaflungsmótor minnkað. Ok, næsta hérna, í 2.3, með stjörnuþrýstiræsingu má gera ráð fyrir að ræsistraumurinn, hann lækki í, og þá var það sem við vorum að gera í verklegu æfingunum, og spá í þá, að hann lækkar í 1/3 af ræsistraumskipti við beinaræsingu. Það fer niður í 1/3. Þess vegna til dæmis í stjörnuþrýstiræsingu þegar við erum með vægið, við erum að reikna út vægið, þá einhver málkvöldustala sem kannski svona 2,4 sinnum fullt vægið fullt álag, málvægi, þá fáum við tölu sem við beinaræsingu. En þá deilum við líka með 3, af því að það fer niður í 1/3 líka ræsivægið við stjörnuræsingu í stjörnuþrýstiræsingu. Svo að þetta hlutfall 1/3 varðandi ræsistraumskipti og ræsivægið, það svolítið mikilvægt að hafa í huga í sambandi þegar við erum að spyrja stjörnuþrýstiræsingu. Og þetta ástæðan fyrir því að við getum ekki ræst fulllestaðan mótor með stjörnuþrýstiræsingu vegna þess að ræsivægið fer niður í 1/3 líka. Nú, í 2.4, hvað það rétt að tala um tök í skaflungsmótor, að þá hérna að eirtöpin þau aukast með straumnum í öðru veldi. Þetta var líka á síðasta prófi. Það var verið að spyrja þetta, hvernig að töpin aukast með auknum straum, og það vegna formúlunar P sama sem I í öðru sinnum R. R viðnamið í eirleiðarana í vélum, rafvélum. Þá erum við með lakkaðina frá eirleiðara og þá aukast þessa eirtöpin með straumnum í öðru veldi út af þessari formúlu og út af þessu eðlisfræðilegum ástæðum. Nú, ræsivægi skaflungsmótors í stjörnuræsingu, það náttúrulega sama hlutfall 1/3 sinnum ræsivægi í beinniræsingu. Nákvæmlega það sem ég var að tala um síðast. Ábyggir það? Það bara tjekkaði við þetta alveg pottið. Ok. Þá þurfum við ekki að fjalla þá átta. Þá erum komin með þetta að reynd. Gott mál. 2.6. Mótormerkur 15 kW og þarna spennumerkingin 400 og það lægri spennumerkingin alltaf við þrýstengingu, spennan við stjörnu. 50 það tíðni og hraðinn þá 1460 snúningamínútur, þetta hraði snúðsins við fullt álag. Og nýtnin 89,5%, raunastöðlinn 0,84. Og við höfum að reikna strauminn frá 4 neti við fullt álag. Þá þurfum við að byrja því, við megum ekki nota það sem merkta mótornum. Hvaða talaði merkta mótor í raunafli, í aflinu? Hann 15 kW. Þess að mótor 15 kW. Hvort þetta aflið inn, hvort þetta aflið inn eða aflið út. Þetta alltaf aflið út sem stendur á mótornum. Já, hárrétt. Og þess vegna þurfum að byrja því að reikna aflið inn svo að við getum fundið straum. Reikna strauminn og rétta hátt. Þá það að nota nýtniformúluna á réttan hátt. Venjulega stendur þannig, ef skrifið þannig að nýtnin sem aflið út, betri aflið inn og síðan víxlast aflið inn og nýtnin við deilum með nýtnitölunni fyrir eða neðan breytana.
deilum með henni upp í aflið út. Þá fáum við hérna 1500 1500 kW, 15 kW er þess að 15.000 fyrirgefið, 15.000 deilt með nýttitölunni, þetta var þess að 89,5%, þá deilum við með 100 og þá erum við komin með 0,895 sem við deilum með. Og þá fáum við hærri tölu, 15.000 verða 16.759, eitthvað smávegis hérna, 77, til að halda nógu mörgum aukastöðum bara, til að fá strauminn sem réttastan. Og þá notum við þá tölu, aflið inn, 16.759,77, deilt með, þá deilum við með það gott, þegar við setjum í reiknivélina, að segja deilt með og síðan setja sviki, opnast, og það er spenna 400 volt, sinnum rótuna 3 og svo passa upp að fara undan róttamerkinu og síðan sinnum raunastöðullinn 0,84. Passaðu ykkur að ekki taka aðgerðina kósinus af svona lágri tölu, 0,84 bara sinnum 0,84, munið það. Og spígi lokast og þá fáum við að straumurinn er 28,8 ampere væri nóg að skrifa hérna. Þetta er bara svona aukastafir sem ég hef verið að skrifa hérna til viðmiðuna. Já, það væri það. Það væri bara með sko þetta er þríðistenging. Þú ert að meina í stjörnu. Já, ef við værum með stjörnu, þá værum við bara með aðra spennu. Og þá fengjum við minni straum, skiljum. Já, bara sama aðferð, skiljum. En bara myndum nota hérna spennuna, rétta spennu. Akkurat, góð spurning. Og hérna, síðan getur verið að við þurfum að nýta okkur eitthvað, nýta okkur að hérna, nei, við þurfum ekki að reikna launafjöld, en það sem að ég er að gera hérna, bara til að finna út þess að, við erum að teikna straumaframið. Þess vegna er ég að reikna út hornið, en ég hef ekki verið búinn að teikna straumaframið hérna. Þannig að, þá er ég að nota hérna kósinus fyrsta af 0,84 sem að, já, það er góð fyrir hérna, passar, 0,84. Og þá var ég hérna 32,86 gráður eða cirka 33 gráður fyrir straumaframyndina og þá myndi hún líta út með svipað eins og í hérna formúlublaðinu, næst með þetta vektormynd hérna, þá er spennan sem viðmiðun hérna og raunstraumurinn að verðu og hérna væri hornið þessar 33 gráður. Og það myndi bara merkja það með gráðbóðum okkar og svo bara þarf það að vera hæfilega stór vektormynd. Það er bara að gráðna séu réttar, þá eru öll önnur hlutföll í vektormyndinni rétt og þá bara merkjum við inn hversu há straumur þess að raunstraumurinn er. Reiknum það bara út frá heildarstraumnum og farsvikinu. Fyrst náttúrulega getur við reiknað raunhlutastraumsins út frá raunastöðlunum. Það er heildarstraumurinn sinnum raunastöðlinn. Og síðan myndum við þurfa að gráðna tæplega 33 gráður til að finna þessa launstrauminn. Þá er náttúrulega heildarstrauminn sinnum sínusinn á horninu og þá fáum við launstrauminn. Þá teiknum við, merkjum við það bara inn, en það er nú að teikna bara hérna með því að hafa 33 gráður hérna og það sem að hjálparlínurnar skerast hérna, að þá endar launstraumurinn og endar raunstraumurinn. Og þið er ekki að vera í mínu vandræðum ef að þið eru þetta. Og þannig að þetta var hvernig við teiknum vektormyndina og þá er næsta mál á dagskrá. Já,
Það var beðið bæði strönd og ströndvastruminn í 2.6. Þá erum við konið í 2.6b og þá var útskýra merkinguna 230/400 volt var þessi tengingu mótors. Þess að fasaspenna mótorsins 230 volt og þá erum við að tengja hann í þríhyrning og síðan hægt að stjörnutengja mótorinn við 400 volta kerfi. Það hægt að svara þessu til dæmis með þeim hætti. Og en þið getur líka bara sagt að það að tengja hann í þríhyrning við 230 volta spennu og í stjörnu við 400 volt. Það líka nóg. Hvað segir það? Jú, það alveg nóg það. Segja bara hvað spenna fyrir hvað tengingu. Allt í lagi. Svo í 2.7 þá reikna málvægi mótorsins við fullt álag. Og þá notum við aflið út, því að það málvægið sem við reiknum þá. Og þá notum við vægisformúluna, þess að bara einangrum snúningsvægið, stóra n, og þá það aflið í vattum, það 15.000. Já, sko, hún alltaf, við getum sagt þess að það líka, ef við reiknum út sko, raunaflið, P-ið, þá það, já, þá þurfum við að snúða mig á þann hátt að þá það þess að M sem fyrir P sem M deilt með 60. Þannig þurfum við að reikna á P. Og við erum með þetta formúluna. Hvernig hún sett þá í formúlublaðinu hérna? Spurning hvort það þurftu að snúin eitthvað. Já, hérna P út. Já. Þannig að það kannski ágætt fyrir okkur að æfa ykkur á því að snúa þessar fyrir gremmi. Inn á gremmi. Ok, þá klárum við að fara yfir þetta fyrst og þá það næsta hér. Já, þetta vorum við að marka 15.60 deilt með 10 sem snúningsvægir þetta lag, 1460 og þá fáum við 98,1 Newtonmetra. Ok, síðan í 2.8 þá reikna sýndarafl mótorsins. Það geti líka verið beðið launafl mótorsins og þá þurftum við að nota sýnisinn af horninu og þá ágætt að vera búin að reikna út hornið og það var hornið að reikna hérna út. Komum við í stað 0,84 og 32,86 gráður. Og en hérna sýndaraflið, þá þurfum við ekkert bara voltamperinn. Þá það spenna sem ströymur, sem rótæðan þremur, ég gleyma rótæðan þremur. Við erum með 4.000 spennu og þarna áðan þá vorum við búin að reikna ströyminn, 28,8 ampertætt og sinnum rótæðan þremur og þá fáum við hérna tæplega 20 voltamper, 20.000 voltamper, 19.951,84 voltamper. Ok. Og þá það kafli 3 í prófinu. Það spurningar og verklega mælingum. Og þá bara með allt undir, þess að það getur verið yfirársvöldum og hitalega vörn og hvað sem og færibandarverkefnið og stjörnusvíslæsingu og allt mögulegt. En hérna byrjum við á spurningu varðandi tímásvörnina, hvort að yfirársvörn sé næg vörn fyrir mótor og lagnir á honum. En svo ekki, hvað nefnir sá varnarbúnaður og hvað á hann að verja. Og þar vantar í þetta þá skammhöftsvörn. Það einhver bræðivörn, vitið, og sjálfvörn líka. Möguleiki að hafa sjálfvörn í staðan fyrir bræðivörn. En þessi vörn, hún fyrir skammhöfti í kafli eða skammhöfti í mótor. Ok,
Síðan 32 er hægt að ræsa fullesta mótor með stöðuþrýstingi. Nei, það er talin evrumörk. Það eru 50% er evrumörk talin. 50% lestun er möguleiki að stöðuþrýstingi mótor. Í svo 3.3 á hvaða straumgildi á stilla yfirráðsvörn sem er staðsett í fasastraum mótors við stjörnuþrýstingi ef málstraumurinn mótorsins er 95 ampere. Og þetta er aðalstraumurinn. Við þurfum að reikna út fasastrauminn vegna þess að yfirráðsvörnin er staðsett í fasastrauminn. Þá er bara gert að deila með rótina þremur í 95 ampere. Og þá fáum við 54,8 ampere. Það verður að stilla yfirráðsvörnina á svo hún verji mótorinn. 95 deilt með rótina þremur. Þeir eru nýbúin að gera þetta í hvað? 7. prófið eða prófið 2, já. Akkurat. Þetta voruð að svara. Þetta getur komið aftur í lokaprófinu. Prófið 4. Já, hérna erum við með hitaleiðavörn. Þetta er bara myndin á bókinni. Þetta er hitaleiðavörn. Og síðan spurt hérna mótorar sem að ganga eftir fullu álagi geta skemmst ef ekki þeirra gert. Þess að hvers vegna er yfir álagsvörnin ekki nægileg við þær aðstæður. Og yfir álagsvörnin hún mælir straum mótorsins og hún getur verið innan marka. Og mótorinn er undir talsvert miklu álagi og gengur tiltölulega hægt kannski og þá nær kælivirkan ekki að kæla mótorinn. Og hann hitnar og hitnar yfir álagsvörnin sem er tímásvörnin, hún skynjar þetta ekki. Hún skynjar ekki það að mótorinn er bara sjóðhitna. Hún er í rauninni bara að mæla strauminn. Straumurinn er eðlilegur allt í sína lagi, segir yfirráðsvörnin. Þannig að þegar við erum með hraðastýra mótora, þá er alveg bráðnarsveit að vera með mælingu á hitastiginu beint á vöðum. Sérstaklega ef það getur komið upp að það þarf að keyra mótoruna á lágum snúningshraða undir miklu álagi. Og þá náttúrulega getur líka verið nauðsynlegt að vera með einhverja auka kæli búnað. Og hérna verðum við bara sér blásara að blása og reyna að kæla mótorinn. Þess að hún er yfirráðsvörnin ekki nægileg við þessar aðstæður vegna þess að hún mælir bara straum mótorsins, ekki raunverulega hita vafa. Ok, og hvað nefnist svo ræsiaðferð þriggja-fasa mótors sem að þessi kraftarásamynd sýnir? Og þetta er náttúrulega mjúkuræsing. Við erum með, við klippum á spennuna og lækkum spennuna með því að klippa á hana þegar að mótorinn er að ræsast. Þannig með því að lækka spennuna þá lækkum við ræsistrauminn. Ok, síðan hérna er líka úr verkefnum. Hérna er verkefnum fyrir rafala. Ef álag á rafala er 30 kW, þá er afl á fasa, það er bara þrissun minna. Ef álag raunafl á rafala er 30 kW, þá er afl á fasa 10 kW. Af því að heildaraflið er þrissunni meira. Ok, síðan 26. Hvers vegna er Megger betri til útleiðslumælinga en venjulegur ámæling? Það er vegna þess að Meggerinn, hann gefur miklu hærri spennu, til 500 volt, allt upp í 1000 volt, sem að tegund. Þá getur hann mælt sem sagt einangrunarbilun eða útleiðslu út í mótor, út í húsmótor eða einangrunarbilun á milli vafa í mótor. Nú, síðan í 37, hver eru kostir og gallar þess að nota venjulega peru til útleiðslumælinga?
Það er fljótlegt að sjá hvort að vöðvinn séu slitin, en þessi aðferð er mjög ónákvæm. Það er rauninni ekki hægt að átta sig á hvort að það sé útleiðsla í mótpátnum eða ekki, eða einangrunarbilunum milli vaða, því að straumur er svo lítill að það kviknar ekki á perunum, skiljið. Það er ástæðan. Mjög ónákvæm varðandi útleiðslumælingu. En við getum séð fljótlega hvort að vöðvinn séu slitin eða ekki, rofin. Nú, næsta mál, samfassun, þá eru komin 4. kaflinn í prófinu. Og hvaða 3 skilyrði þarf að uppfylla fyrir samfassun? Við þurfum að hafa sömu spennu, sömu tíðni og rétt augnablik. Svo í 4. útskýrir hvað gerist hvað vörn verður virkjað. Skúrsvæðaraðalega sem á að fassan á neti örlítið minni en sem svarar tíðninni á netinu þegar fassan er saman við netið. Það er bakasvörnin sem að slær rafalarofanum út. Bakaflið fer yfir ákveðin mörk og yfir líka ákveðin tímamörk, ekki 5 sekúndur eða eitthvað til. 4.3. Lýstu hvað ljósdimmtenging hefur fram yfir dimmatengingu í samfassun. Það er auðveldara að sjá hvenær að nálgast þegar rétta augnablikið með ljósdimmtengingu. Það koma svona eins og hringhreyfing á samfassunarljósin þegar við erum með hana í ljósdimmtengingunni. Þess vegna er hún alltaf notuð, alltaf tengd á samfassunartöfnum. Þessi ljósdimmatenging. En hver notum við dimmatenginguna? Við getum breytt, við getum víxlað þessar tenginguna perunum sem er á endunum. Perunum sem er lengst til vinstri og hinni perunum sem er lengst til hægri. Þá kemur dimmatengingin. Dimmatenginguna getum við notað til að athuga hvort að fasaröðin sé rétt. Þá hefur dimmatenging, þá blikka ljósin í takt og í réttu augnabliki þá er slökkt á öllum perunum. Þannig að það er það sem við notum dimmatengingun í. Ok, en yfirleitt þá er svona samfassunarljós tengt í ljósdimmatengingu til að fá þessa hringhreyfingu á ljósin við samfassun. 4.4. Hvers vegna þarf meiri segulstraum við spánaðalok heldur en hringdarálok? Það er vegna þess að launstraumurinn í spánalaginu vinnur á móti seglum pólhjólsins. Þetta var sáturspilna sem að kemur þarna fram þegar að launstraumurinn í spánalaginu vinnur á móti seglum pólhjólsins. Og síðan er hérna einfasa mótorar, þá er það 50 kaflið þegar við búin með samfassunarhlutan og samkeyrsluhlutan, það er inn í sama pakkanum. Þá er síðasti hlutin, þetta er 50 hluti prófsins og það fyrir aftan er bara formúlublöð. Þetta er einfasa mótora. Og í síðasta prófið þá var einmitt verið að tala einfasa mótora líka eitthvað. Ef ég man rétt. Allavega spurningar úr æfingaverkefnum sem að við vorum að taka síðan. Nú, ræsivægi í einfasa skammhjólsmótor er stundum myndað með því að raðtengja þétti við hjálpaðan. Þá eykst ræsivægi gríðarlega mikið einfasa skammhjólsmótor. Þéttir raðtengdur við hjálpaðan. Þegar mótorinn er komin í gang, þá er komin miðflótta aflsnerta sem að slær út hjálpaðansrásina, þannig að bæði þéttirinn og hjálpaðan rofna frá straumgjöfum, þannig að mótorinn gengur á aðalvæðinu. Það eru margir mótorar þannig í notkun.
En svo eru líka til einfaldsmótorar sem eru með bæði ræsisetti og gangsetti. Þá tekur gangsetturinn við og tengist hjálpaðaranum og hjálpaðaði er þá líka inn í allan tíma. Þetta lærum við betur í síðasta áfanganum. Næsta mál, skuggapólsmótorar. Þeir eru notaðir sem dælumótorar í þvottavélum og getur líka verið notaðir í svona smá vigtum. Og síðan hérna í 5.3 að andströmsmótorar, þeir eru notaðir í handverkfærum eins og borvélum, slíkum. Svona stórar höggborvélar, það er ennþá oftast með svona mótorum og þessi komið náttúrulega önnur tækni núna í þessum handverkfærum. Ok, 5.4. Hér er verið að reikna út straum sem að einfasa skammtúsmótor tekur. Og þetta er alltaf ákveðin aðferð, sama aðferð við vorum að nota og þegar við reikna strauminn sem að þriggjafasamótor tók. Það sem að við gerum öðruvísi hér, við sleppum því að nota rótæna þremur vegna þess að þetta er einfasamótor, ekki þriggjafasamótor. Það sem við vorum að reikna þarna áðan, minnið, það var þriggjafasamótor, við vorum að reikna strauminn. Það er hérna, sjá, hérna, straumurinn, þá notum við rótæna þremur, þá byrjum við á því hérna, við byrjum á því að reikna aflið inn. Sama verðum við að gera með einfasamótorinn. Við byrjum á því að reikna aflið inn. Svo finnum við strauminn, en þá notum við ekki rótæna þremur, vegna þess að einfasa. Hérna vorum við að nota rótæna þremur vegna þess að þetta var þriggjafasa mótor. Hér nefnilega kemur það raunni fram vegna þess að við erum með tvær spennumerkingar á hefðbundnum þriggjafasa mótor. En oft er það líka bara að skrifa hreinlega í dæmi. Þetta er þriggjafasa mótor. Ok, en síðasta dæmið hérna, sem sagt, þá erum við með einfasa skammtúsmótor. Hann er tengdur 238 neti, hann er 1,1 kW. Það er aflið út. Það er nýtninni gefinn 74%. Þannig að þá deilum við með 100 í þáttölu og við deilum þá nýtnitölunni 0,745 upp í 1100 vött. Og þá fáum við aflið inn 1476,5 vött. Þegar við komum við aflið inn, þá getum við reiknað á strauminn. Einfasamótor, inn deilt með spennunni og raunafstöðun, kósi. Það sé ekki taka kósinus af raunafstöðun. Þetta er alveg nógu lítil tala. Og þá setjum við afliðinn 1476,5 vött, deilt með, og það verður gott með reiknivélina að setja stiga, 238 spennu, sinnum 0,94, lokasveganum og samansett 6,8 ampere. Og þetta er svona hefðbundin uppsetning á síðasta prófi 4. Þannig að fyrst reiknum við rafala, svo takið við mótora, svo spurningar á verkefnum og síðan var samfélsunin og lokum einfasamótora. Það er alltaf byggt upp svona. Þannig að ég gangið að því sem vísu. Og æði ykkur að reikna þetta út. Þessi dæmi sem það eru. Og líka dæmi sem að voru í bókinni, líka eftir ykkur að þeim. Og síðan líka atriði eins og til dæmis sem að koma fram í
hjálpar efninu sem undir inn í efni í önnunni og það í töflum skilgreiningar tákna og það kallað stuðningsefni. Það ágætt að nota það. Sko, sjáum æfingaprófið sem undir efninu. Það akkúrat teikningar þar. Náðum við það því. Þú sjá, Sko, förum í spurningarnar úr því efni. Við getum reynt líka aðeins í gegnum þetta en ég ætla að leyfa ykkur aðeins að reikna sjálfur. Til dæmis teikning úr rafkerfi kínabáts. Sambarilega munið þið hvað þetta heitir? Af hverju þessi teikning? Til að finna sambarilega mynd sem að þið voru að nota í síðasta prófið. Spanviðnám, venjulega táknar þetta eins og spólu eða spanviðnám en þetta eftirvaf á straumspenni og hér líka þessi L4, F5 og F6. Þetta bara eftirvaf á straumspennum sem sýnt hérna. Þetta alveg nákvæmlega saman hluturinn. Það bara sýnt búið til vafningur eða tvö vöf yfir hvern leiðara frá rafala. Hérna rafali 1 til dæmis og hér sýnt bara tvö vöf forvafið í straumspennu. Í rauninni forvafið bara að kapallinn hann fer í gegnum straumspennu. Það ekki flóknara en það. Það svo mikið straumur á ferðinni að það þarf ekki að magna upp það segulsvið sem kemur frá kaplinum. Svo að eftirvafið, það tengt annar endinn á öllum eftirvafinu tengt saman, fer úr jörð og síðan fer straumurinn hérna í þessari hringrás, kemur hérna tilbaka og fer í eftirvafið á straumspennum. Svo í vélsvölum allavega, þá erum við með hámarksstraum sem á eftirvafið straumspennuna. Það 5 ampere. Það svona gegnum gangandi 5 ampere. Hámarksstraumurinn í eftirvafið straumspennuna. Svo þarna sjáum við 3 eftirvöf. Þau tengjast á eins og straummæli, aflmæli, raunaflsmæli og það örugglega meira í kínabátum. Það getur verið álagsjöfnunarbúnaðurinn sem kallaður ensku load sharing unit og en þá það í rauninni flest sem búið að telja upp. Það straummælir, aflmælir og náttúrulega þetta fer í gegnum yfir straumsvörnina eða yfir rafsvörnina og það líka stytt inn í þetta straumpulsvörn. Þannig að eftirvafið á straumspennum tengist við mörg mismunandi tæki til þess að fylgjast með straumnum, með álaginu. Þannig að þetta straumspennu og þarna hægra megin líka straumspennu. Og hér talið upp straummælir, aflmælir, afljöfnun, yfirráðsvörn, straumhúsvörn. Já. Ok. Þetta í raun bara
teikna aðeins öðruvísi. Þetta nákvæmlega sami hluturinn. Þetta straumspenna. Þá munið þetta. Héðan í frá. Alltaf. Við erum ekki að verkast í vafa neitt. Hvað þetta Ljómandi. Og já, það var eitthvað, já, þetta var úr prófi 3. En hérna erum við með gamalt lokapróf og þetta var önnur teikningin, hinn teikningin. Já, það var útleiðslu aðferð, mæling á útleiðslu. Og sú aðferð gerð þannig að það sem sagt jarðskinna sem að, já, hún allavega í þessu kerfi hér, hún ekki tengd beint við skiptbolinn. Þetta í rauninni bara þannig að umgerð tækis, málumgerðir tækjana, ef það eitthvað mótorar og svo framvegis, einhver tæki sem eru með málumgerð, þær sem sagt tengjast allar saman, bara húsið á tækinu tengist með gulgrænum leiðara alla leið yfir í PE. Þessi Progressive Earth, þetta jarðtengi skinna. Einfaldast að segja það þannig. Og síðan, ef að verður einangrunarbilun í einhverju tæki og það fer einhver straumur til jarðar framhjá aðra leið heldur en á að fara bara í gegnum núllpunktinn og fer þá inn á alla 3 fasana á rafmagninum. Þetta getur verið mismunandi álag á pásunum, sko, en það gerir ekki til ef að allur mismunarstraumur skilar sér. En ef það komin einangrunarbilun í einhverju tæki, þá fer hluti straumsins út í umgerðina og þá fer hann með gulgræna leiðaranum í jarðtengiskinnuna og það sá straumur sem við mælum hérna sem útleiðslu straum. Það er að vírusinn tengir á milli jarðtengiskinnunar og núlltengiskinnunar, hann fer í gegnum straumspenni. Sjáðu, það hringur hérna utan leiðarann. Þetta kallað straumspennir og í rauninni eftir að straumspennum tengist það hérna inn á straummæli. Og ég fékk alveg hárrétt svar frá einum nemanda að ef að straummælirinn sýnir alveg nákvæmlega 0, þá hann handónýtur. Því þá heilmikil útleiðsla í skipinu. Og þá þarf að skiptumann, þegar búið að finna útleiðsluna, það alltaf einhver örlítil útleiðsla. Þannig að hann með einhverja smá frávik, ekki í núlli. Og þetta sem sagt aðferð í kerfið þar sem við erum með 3 fasa, 0 og jörð. Allt saman einangrað frá skipsbólnum. Og þá þessu spurt hérna úr þessari mynd hérna, hvert hlutverk þessa straumlæmis hérna, þetta hérna milliampermælis, það vantar að merkja inn í þetta hérna A, það hefur verið betra, það hérna A inn í hringi. En hérna stendur milliamper. Það kannski verið það hérna stórtekstari komst ekki fyrir inni. Þannig að það er að stærri hring. Og þetta sem sagt útleiðslu mæling. Það hlutverk straumlæmisins hérna. Og svo erum við búin að fara í gegnum svipaðar spurningar hér. Og þannig að þið hafið öll svörin í æfingaprófinu að öðru leyti.
Og þá er raunin bara fyrir ykkur að æfa ykkur á þessu dæmum sem svona aðeins, þau eru svona viðameiri, getum við sagt, í þessu æfingaprófi sem þið hafið á undir efni. Og það er raunin bara til að þið getið fengið meiri æfingu út af því fyrir lokaprófið. Hérna til dæmis beðum að reikna launafl, raunafl og sýndaraflraðalans. Þegar ég byrja hérna á sýndarafluna, því við erum stöðulega neitt í það. Sýndaraflið er reiknað út frá spennu og straum. Það er tekið fram hvaða spennu er notuð, 400 volt. Og síðan þegar maður teikna aflaparametra. Þá er búið að reikna út líka raunaflið, af því að við vitum raunastöðulinn, 0,8 eitthvað. Já, út frá hérna, kósti er gefið hérna í dæminu. Og svo er búið að reikna út launaflið. Og þá getum við merkt það inn á aflvektarmyndina. Það sem við þurfum að merkja fyrst inn er rauninni bara að setja upp línu fyrir raunaflið og nota gráðbúan og setja 35 gráður frá raunaflinu niður á sýndaraflinu. Og teikna það mynd sem passar hérna inn á og búa til hjálparlínu út í raunaflið, svo búa til hjálparlínu út í kúið. Þar setjum við pílu og píluenda á sýndaraflið og píluenda á raunaflið og passið að hafa hjálparlínunar bara svona brotaða línur, ekki heilar línur. Því að vektormyndin, hver vektor er með heila línu. Og þetta er þá vektormyndin. Síðan er önnur vektormynd sem beðum hér. Það er spurning hvað þarf laun álag raðalans í dæmi 1 að minnka mikið til þess að það ekki lækki í 15 gráður með óbreytt rauna. Og þá er rauninni bara hreinlega merkin af vektormyndina, sem sagt 15 gráðna. Og síðan væri bara að reikna það út frá því að raunaflið er það sama. Þá getum við fundið út hvað launaflið er mikið og hvað sýndaraflið er mikið eftir breytingunum. Þannig að og 15 gráðurnar eru þetta endanlega basíkin, eftir breytingunum. Já, hérna kósvín þetta hér. Já, þá myndi ég bara að þetta eru 15 gráður, sem þetta enda í. Já, þá segir bara kós 15. Já, og í reiknivélinni þá er kós, svo kemur sví. Já, akkurat. Það er bara að taka kósinus af þessum gráðum sem eru 15 gráður. Það er bara einfaldlega þannig. Svo annir að það er bara alltaf settur í raunarstöðu beint, sko. En þarna er beðið 15 gráður og þess vegna þurfum við að skrifa þetta svona. Og svo til þess að nýtt launafl, þá getum við með það sýndaraflið sem við búin að finna út áður og margfalda með þessum sínusina 15 gráður, þá fáum við launaflið. Þannig að einingin er volt ampere reaktiv, lítið er. Og þannig getum við þá fundið út hvað launaflið hefur mikið minnkað. Það er rauninni, það var 966.401 voltampere reaktiv. Nú drögum við frá þetta launafl sem er núna í gangi, 369,8 kW reaktiv. Dröga frá 966 kg og fáum út að þá erum við með minnkað
596 kilowattstandar eða 596,6 kilowattstandar. Það búið að minnka þetta mikið heilmikið niður. Þannig að raunaflið sama en hraðsvikið hefur minnkað niður í 15 gráður. Já, þetta var í rauninni bara svona leikur að tölum í vektornum. Dæmið var rauninlega sett upp þannig. Og núna höfum við bara smá tíma til þess að æfa okkur aðeins að reikna. Ég búinn að fara yfir hvernig prófið er uppbyggt. Ég er búinn að fara í gegnum ákveðin dæmi, ákveðin aðferðir eða útreikningarna og ég held að ég hafi engu meiru við þetta að bæta. Þannig að ég held að ég sé bara ágætt að fara að hver veit að æfa sig núna. Þannig að ég ætla að sleppa á upptökunni.